Bandaríkjaforseti hótar því að varaforseti Venesúela hljóti verra af verði hún ekki samvinnuþýð. Lögum samkvæmt tekur hún við völdum tímabundið. Aðgerðir Bandaríkjahers í Venesúela eru háþróað mannrán og opna dótakassan fyrir einræðisherra allan heim. Þetta segir hernaðarsagnfræðingur. Fyrirvaralausar valdbeitingar Bandaríkjaforseta seti aðrar þjóðir heims í hættu. Kona frá Venesúela sem býr á Íslandi vonar að lýðræði verði nú komið á í heimalandinu en óvissan framhaldið sé mikil. Þetta var ekki það sem ég var að óska, að þetta myndi enda svona með spröngin og eins og þetta gerist. En á móti það var nauðsynlegt líka. En leitað að orsökum rafmagnsleysis á Tálknafirði í desember. Orkubússtjóri Vestfjarða segir að meira afl þurfi úr virkjunum. Og í fyrsta sinn unnið að því að framleiða snjó innan borgarmarkana. Stefnt að því að opna skíðabrekkuna í Ártúnsbrekku í vikunni. Einhverjir tóku forskot á sæluna í dag. Og það fer bara svo hratt. Gott kvöld. Varnarmálaráðherra Venesúela segir að flestir öryggisverðir Maduros hafi verið drepnir í áhlaupi Bandaríkjahers í gær, auk almennra borgara. Forseti landsins og eiginkona hans í fangelsi í New York. Talið líklegt að þeim verði birtar ákærur á morgun, meðal annars fyrir innflutning á fíkniefnum og vopnaeign. Hvíta húsið birti í nótt myndband af Maduro, þar sem honum var fylgt byggingu fíkniefnaeftirlits Bandaríkjanna í handjárnum. Hann hafði stjórnað Venesúela með harðri hendi frá árinu 2013. Bandaríkjastjórn segist ætla að stjórna landinu fyrst sinn. Samkvæmt dómstólum í Venesúela varaforseti núna starfandi forseti. Trump hafi hótað því í dag að varaforsetin hlyti verra af verði hún ekki samvinnuþýð. Örlög hennar yrðu jafnvel verri en Maduros. President Trump sets the terms, and ultimately he'll decide what the iterations are of that. But it means the drugs stop flowing. It means the oil that was taken from us is returned ultimately, and that criminals are not sent to the United States. It means that foreign countries don't have a lodgment inside our hemisphere. So ultimately, we're going to control what happens next because of this brave decision. Skemmdir á heimilum fólks í næsta nágrenni við þau hernaðarlegu skotmörk sem Bandaríkjaher sprengdi í gær. Íbúum var mörgum mjög brugðið enda vöknuðu þeir við sprengingar og vissu ekki hvað gekk á. Herinn sprengdi nokkur hernaðarleg mannvirki áður en hann kom á þyrlum að íverustað forsetahjónanna og handtók þau. Fue traumático. ¿Y usted qué piensa ahora de Que está mal hecho lo que hicieron, muy mal hecho. Muy mal hecho, porque si ellos querían hacer lo que iban a hacer, lo fueran hecho de otra forma, no asustarnos así como nos asustaron ahorita, o en esta noche que pasó. Bandarískir þingmenn meðal repúblikana og demókrata hafa mótmælt aðgerðunum. Þingmaður demókrata, Alexandria Ocasio-Cortez, segir í færslu á samfélagsmiðlum að aðgerðirnar snúist ekki fíkniefnaviðskipti, heldur olíu og stjórnarskipti. Mestu olíuauðlindir í heimi eru í Venesúela og Trump sagði í gær að til stæði að senda stór bandarísk fyrirtæki þangað og laga olíuinnviði og byrja að græða peninga fyrir landið. Aðgerðum Bandaríkjahers hefur bæði verið mótmælt og fagnað. Cuando uno está aquí en Argentina, cuando uno está fuera de su país, cuando uno ha tenido que salir del país por ser perseguido político, por haber sido secuestrado, que ahora uno vea que en verdad todos esos verdugos están cayendo uno sobre otro. Eso es lo que nos duele y eso es lo que uno dice que, wow, mi corazón llora de alegría. I'm totally horrified. Velkomin, þú ert alþjóðastjórnmálafræðingur. Nú hefur Trump lýst því yfir að friðarverðlaunahafi Nóbels og leiðtogi stjórnarandstöðunnar njóta ekki nægrar virðingar til að taka við forsetaembættinu og þessum orðum hefur verið mótmælt. Eiga þau mótmæli rétt á sér?
Já, þau eiga það. María Corina nýtur mikilla vinsælda í Venezuela en fyrst og fremst sjá Venezuela búar fyrir sér að lýðræðislega kjörinn forseti landsins, Edmundo González, taki við embætti forseta. Þannig að svo atburðar sem á sér stað núna er enga veginn í samræmi með það sem að Venezuela búar höfðu óskað eftir. Það ljóst að Trump vill auka ítök Bandaríkjanna í nágrannaríkjunum. Hvað með önnur ríki í Suður-Ameríku? Meiri titringur þar en áður að Bandaríkin íhlutist með sama hætti þar? Já, óneitanlega. Eins og gefur að skilja. Þetta sýnir hvað Bandaríkjaforseti er tilbúin að taka til bragðs í þessum hluta heimsins. Og það þá kannski ekki síst lönd sem hafa verið, þar sem leiðtogar hafa verið andsnúnir Bandaríkjaforseta, eins og Kúbu og Nicaragua. En sömuleiðis hefur Bandaríkjaforseti hótað bæði Mexíkó og Kólumbíu, þannig að nú eru einfaldlega allir á tánum. Við ræddum í dag við Erling Erlingsson, hernaðarsagnfræðing stöðuna sem upp komin og við skulum heyra aðeins hvað hann hefur að segja. Já, ég myndi kannski ekki kalla þetta innrás, frekar kannski svona háþróað mannrán, en það vel heppnað frá hernaðarlegu sjónarmiði, en það allt óvíst framhaldið. Þetta náttúrulega bara opnar dótakassan fyrir einræðisherrum allan heim, sko. Já, það alveg skýrt að þetta þverbrýtur stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og þarna var ekki einu sinni fengin heimild Bandaríkjaþings, þannig að það eru innlend og alþjóðleg lög brotin. En hvað finnst þér yfirlýsingar Trumps á blaðamannafundinum í gær þar sem hann sagði að stjórnvöld í Bandaríkjanum vilji ná fullkomnum yfirráðum yfir vesturhveli jarðar? En við sjáum núna bara aftur hvarf til 19. aldar valdapólitíkur þegar stór öflug ríki fara sínu fram og slétt sama leikreglur alþjóðakerfisins. En ljóst að Bandaríkin hafa vald og getu til að koma í veg fyrir áhrif annarra ríkja í heimshlutanum. Ég taldi nú líkur töluverðar á einhvers konar Krímskaga-ævintýri á Grænlandi fyrir atburði kvöldsins í Caracas fyrir 2 dögum, en ég held að þessu enn meiri núna. Þannig að Evrópa og Danir og bandalagsríki Bandaríkin í mjög þröngri stöðu hvernig þau haga samskipti við Bandaríkin og reyna að letja þá til einhverja frekara ævintýra. Hvað finnst þér ummæli utanríkisráðherra okkar? Ég held að tónninn sé allt annar í samtölum okkar ráðamanna við bandalagsríki í Evrópu heldur en opinberlega og mögulega hefur þetta ekkert upp á sig að fá Bandaríkjamenn á móti sér með sterkri gagnrýni, en það hefði kannski mátt minna á stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og alþjóðalög með aðeins sterkari hætti. Hefur staða Íslands breyst eftir þessa innrás? Hann sýnir með þessari aðgerð í Venezuela, hann tilbúinn til fyrirvaralausrar valdbeitingar og það setur okkur í ákveðna hættu, að það kemst ákveðið rót á alþjóðakerfið og ég tala ekki ef það kemur til einhvers konar átaka gagnvart Grænlandi eða yfirtöku á Grænlandi, að það væri mjög hættuleg þróun fyrir okkur á Íslandi. En þetta veltir auðvitað upp spurningunum aðild að Evrópusambandinu og hvaða öryggistengingar það kann að færa okkur. Við eigum að veita Bandaríkjunum eitthvað aðhald, en fyrst og fremst held ég að þurfa að vera samtöl bak við tjöldin þar sem við tryggjum stuðning vinaþjóða og búum okkur undir vond skref og mistök af hálfu Bandaríkjanna sem að væru okkur erfið viðfangs. Vilborg Ása, tekur þú undir þessa skoðun Erlings breytta stöðu Íslands? Já, ég geri það. Það einfaldlega í ljósi þessara árása núna helgina, það ljóst að Bandaríkjaforseti tilbúin að ganga mjög langt og auðvitað fyrst og fremst hefur kannski fókusum verið á Grænlandi hingað til, en við vitum ekki ennþá hvort og þó hvenær hann snýr sér að okkur. Og hann sagði þarna að það væru meiri líkur á svona krímska ævintýri á Grænlandi og eiginkona helsta ráðgjafa Trumps birti í gær færslu með mynd af Grænlandi þar sem var búið að þekja það bandaríska fánanum og hún skrifaði við færsluna orðið soon eða bráðum og margir hafa túlkað þessa færslu á þann veg að Bandaríkin ætli að láta til skara skríða og taka völdin á Grænlandi. Hver hafa viðbrögðin á Grænlandi verið? Jú, þessi færsla vakti auðvitað upp ákveðin ugg, en sömulegis reiði og mér hefur svona fundist að í stað þess að vera einungis í ótta að þá séu Grænlendingar þessi svona meiri baráttu hugur í þeim hvað þetta varðar. En að sjálfsögðu þá vekur þetta upp ugg og nú hefur þetta staðið yfir í heilt ár. Þessi þrýstingur, þessi pressa á Grænland og sömulegis Danmörku. Þannig að þetta er ákveðið framhald og nú munum við sjá hvernig þetta mun þróast fram á við. Takk fyrir komuna. Og meira þessu tengt. Kona frá Venezuela sem býr hér á landi vonar að lýðræði verði komið á í heimalandinu sem fyrst, en óvissan sé mikil. Það hafi verið nauðsynlegt að binda enda á einræðið.
Sko þetta var mikið sjokkið að sjá þetta. Hérna fólkið mitt, pabbi mín og fjölskyldan sem séu bara allir örugg og í lagi. En þetta kom jafnvel þó að þetta var að gerast frá byrjun november, þá var samt þetta mikið sjokk að sjá hvernig þetta endaðist. En ég viss að meiri hluti Venezuelar séu ánægð með að einræðis herra sé farin. Staðan sé þó flókin. Og það fólk sem bara mismunandi, það eru mjög margir sem eru mjög ánægðir með þetta, það eru mjög margir eins og ég sem eru mjög hrætt. En ég held að flesta fólk sé bara aðeins að bíða og horfa á þetta og sjá hvernig þetta þróast og hvað gerist. Hún segir að óvissan sé mikil. Bandaríkin ráði nú yfir Venezuela og það sé ekki gott. Náttúrulega það sem við viljum öll að lýðræðin kemur til Venezuela aftur. En við vitum ekki mikið hvað að gera, hvað næsta skref og hvað ætla að gera með landið. Helen vonar að alþjóðasamfélagið hlusti á raddir frá Venezuela af virðingu. Af því að eins og ég var að segja, þetta ekki allt svart og hvítur. Það líka mismunandi hugsun á milli okkar, en það gott að sjá þetta líka frá, þetta mjög erfitt. Ég vildi ekki að Bandaríkjunum sé þar, ég vildi ekki að þetta var ekki það sem ég var að óska, að þetta myndi enda svona með spröngin og eins og þetta gerist. En á móti það var nauðsynlegt líka að enda með þetta ræðing sem var þar í 30 ár. Og þá að öðru. Orkubú Vestfjarða leitar enn að orsök bilunar sem olli rafmagnsleysi á Tálknafirði í desember. Orkubústjóri segir grundvallarorsökina skort á afli frá vatnsaflsvirkjunum. Bilaður spennir varð til þess að á 300 íbúa Tálknafjarðar voru án rafmagns í rúma 13 tíma á gamlársdag. Spennirinn í tengivirkjunu á Keldeyri tekur á móti raforku frá flutningsstrengjum Landsnets á hárri spennu og lækkar hana niður áður en rafmagni veitt áfram til notenda á Tálknafirði. Tengja þurfti varaspenni sem verður áfram í notkun næstu vikur. Og við gátum tengt hann við, en það tók auðvitað sinn tíma fyrsta lagi að finna bílunina og í öðru lagi að koma mannskap á staðinn. Orkubústjóri segir ýmislegt benda til að bilunin á gamlársdag tengist þeirri sem varð 11. desember. Já, það bara í rauninni matsérfræðinga að það hljóta að vera eitthvað orsakasamhengi á milli. Venjan svo að spenna endast áratugum saman á þessa bila. Táknfirðingar hafa kvartað undan því að ekkert varaafl sé til staðar ef rafmagn fer út. Það sé öryggisatriði þar sem rafkynding á Tálknafirði og langvinnt straumleysi á gamlársdag varð einnig til þess að fjarskipti í firðinum duttu út. Það ekki staðsett varafl á Tálknafirði. Tálknafjörður tengdur við tengipunkt Landsnets í botni Tálknafjarðar og þaðan bæði lína og jarðstrengur. Þannig að þar sem þannig háttar til ekki talin sérstök þörf á varafli á staðnum. Það lítið framleitt af orku á Vestfjörðum, svo flytja þarf rafmagn frá stærri virkjunum annars staðar á landinu. Línurnar sem flytja orkuna vestur viðkvæmar fyrir áföllum. Bæirnir treysta á varaafl frá díselvélum. Margir binda vonir við Hvalárvirkjun, en Hvalárlína myndi skapa möguleika á hringtengingu. Ef flutningslínur til Vestfjarða skaddast gæti Hvalárvirkjun haldið Vestfjörðum gangandi. En ef virkjunin verður að veruleika, minnst nokkur ár í hann komist í gagnið. Því enn hindranir í veginum eins og ágreiningur legu Hvalárlínu og skortur á vegabótum á ströndum. Sveitastjórn Vesturbyggðar fundaði með Orkubúinu eftir rafmagnsleysið 11. desember og hyggst gera það aftur þegar niðurstaða komin í bílanagreiningu eftir gamlársdag. Elías segir ýmislegt í bígerð til að efla orkuöryggi. Landsnet vinni til að mynda að tvöföldun á tengingu frá Mjólká á Tálknafjörð. Hann minnir þó á að tengingin frá Mjólká til Ísafjarðar sé ennþá aðeins ein. Mestum vert sé að það vanti orku inn á kerfið á Vestfjörðum. Orkuöryggið ekki nægilega gott frá vatnsaflsvirkjunum hér á Vestfjörðum yfirleitt. Við þurfum í rauninni meira afl úr virkjunum, ekki úr dísilvélu.
Listamaðurinn Guðmundur Oddur Magnússon, betur þekktur sem Goddur, lést í bílslysi á Suðurlandi í gær. Hann var 70 að aldri. Goddur fæddist á Akureyri 5. júní 1955. Hann kenndi grafíska hönnun við Myndlistaskólann á Akureyri, Myndlista- og handíðaskóla Íslands og síðar við Listaháskóla Íslands og stofnaði þar hönnunardeild. Goddur stýrði þáttunum Djöfla eyjuna á RÚV sem fjölluðu leiklist, kvikmyndir og myndlist. Mér finnst líka myndlistin hafa tekið svona ákveðið skref fram á við á margan hátt. Það hefði aldrei verið lítið á okkur sem myndlistaþjóð eins og bókmenntaþjóð eða jafnvel tónlistaþjóð. Á nýliðnu ári var hann sæmdur nafnbótinni heiðursprófessor við hönnunardeild LHÍ fyrir einstakt framlag til lista, fræða og þróunar kennslu og rannsókna. Hann hafði einnig starfað sem sjálfstæður hönnuður meðfram kennslu. Eftir að hann hætti formlega að kenna stundaði hann rannsóknir og hélt fyrirlestra. Goddur hafði undanfarið ár búið í sveit á Suðurlandi og unað sér vel, að sögn fjölskyldu hans. Hæðni ekki það sama skop. Raunverulega listir eru göfgandi og skilningsaukandi. Það öruggur mælikvarði á gæði lista og skops. Tjáningafrelsinu fylgir ábyrgð. Einbýlishús í Breiðholti í Reykjavík óíbúðarhæft eftir eldsvoða á 3. tímanum í nótt. 7 leigjendur búa þar en engan sakaði samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Rauði krossinn veitti þeim húsaskjól í nótt. Eldur kviknaði inn í einu svefnherberginu en eldsupptök eru enn ókunn en tæknideild lögreglunar hefur tekið yfir rannsókn. Allar stöðvar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru virkjaðar og slökkvistarfi var lokið eftir 2 klukkustundir. Þrátt fyrir snjóleysi gæti verið hægt að fara á skíði í Ártúnsbrekku í vikunni. Þar í fyrsta sinn framleiddur snjór innan borgarmarkanna. Borgarbúar hafa þurft að þola rauð jól, en þrátt fyrir það útlit fyrir að einhverjir geti dustað rykið af skíðaklossunum þökk sé þessari snjóbyssu í Ártúnsbrekku. Við erum að framleiða snjó fyrir borgarbúa sem að glíma við snjóleysi þessa dagana. Okkar markmið bara að flestir komist út til að hreyfa sig. Og hvernig gengur? Það búið að ganga vel. Þetta tilraunaverkefni hjá okkur og svona liður í starra verkefni sem að snýra að vetrargarðinum í Breiðholti. Búið að takast rosalega vel og við erum bara svona að reyna að þekja best brekkuna eins og vel og við getum. Og þetta búið að vera í Bláfjalli núna frá því í fyrra eða hitt í fyrra og náttúrulega fyrir norðan líka. En í fyrsta skipti innan borgarmarkanna. Snjóframleiðslan hófst á föstudagsmorgun og síðan þá snjóbyssan búin að sprauta 3 til 5 lítrum á sekúndu af nýföllnum snjó í brekkuna. Markmiðið að opna skíðasvæðið á miðvikudaginn. Skíðasvæðin innan borgarmarkanna eru öllum í boði og það frítt á skíði og við ætlum að reyna að þekja líka sleðabrekkuna sem hérna hægra megin við lyftuna. Það bara vonandi sem allir láti sjá sig þegar við loksins opnum. Skiljanlega á svona degi eins og í dag var erfitt fyrir marga að bíða og einhverjir tóku forskot á sæluna. Það var að setja snjó í þessa brekku. Maður getur rennt sér snjóþotum og snjóbretti og þannig. Ertu búin að prófa? Já, ég búin að prófa einu sinni á Rassatorni. Ég og vinkona mín erum að skipta. Þetta snjór og snjóbretti, snjóþota og það fer bara svo hratt. Eitthvað varið í þetta? Já, þetta ótrúlega skemmtilegt. Ok, bye! Og þá skulum við gá til veðurs, en það þykknar upp í kvöld og nótt með dálitlum éljum á víð og dreif og það verður yfirleitt fremur hægur vindur. Gengur smám saman í norðan gol eða kalda á morgun og snjókomu af og til, en úrkomu lítið sunnan heiða. Og það ætti að ná að létta til víða sunnan og vestanlands seinnipartinn. Frost víða 0 til 5 stig á morgun en fer kólnandi annað kvöld. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Eygló Fandal Sturludóttir var í gær kjörin íþróttamaður ársins 2025. Hún 9. konan sem fær verðlaunin og sú fyrsta sem keppir í ólympískum lyftingum. Hinn 18 ára gamli Luke Littler heimsmeistari í pílukasti. Hann einungis á 4. í sögunni sem vinnur titilinn 2 ári í röð. Það var dramatík í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag og við hittum Andreu Eliasson, sundfimikonu sem hefur verið að gera það gott á alþjóðlegum mótum. Íþróttum hér handan við hornið. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma.
Bandaríkjaforseti hótar því að varaforseti Venesúela hljóti verra af verði hún ekki samvinnuþýð. Lögum samkvæmt tekur hún við völdum innan tímabundið. Aðgerðir Bandaríkjahers í Venesúela eru háþróað mannrán og opna dótakassan fyrir einræðisherra allan heim. Þetta segir hernaðarsakfræðingur. Fyrirvaralausar valdbeitingar Bandaríkjaforseta setja aðrar þjóðir heims í hættu. En leitað orsökum rafmagnsleysis á Tálknafirði í desember. Orkubústjóri Vestfjarða segir að meira afl þurfi úr virkjunum. Í fyrsta sinn unnið að því að framleiða snjó innan borgarmarkanna en stefnt að því að opna skíðabrekkuna í Ártúnsbrekku í vikunni. Einhverjir tóku forskot á sæluna í dag. Og fer bara svo hratt. Þá þessi fréttatími á enda. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En við endum þennan fréttatíma á myndum sem Kristinn Þeyr Magnússon tók í Vík í Mýrdal á dögunum. Hafið það gott og verið sæl.